Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú komið að leikhúsi eins og þið vitið sem að hlustið oft hér að þá erum við með leiklistarumfjöllun sem að felst í því að ég sendur í leikhús og fæ svo aðstandendur sýningarinnar. Nú reyndar svona þannig verk sem að ég fór á sem 60 kíló Hallgríms Helgasonar að hann kemur hérna bara einu aðstandandinn. Þú ert einu aðstandandinn. Já. Þú ert höfundur og flytjandi og einhver leyti umfjöllunarefni. Þetta þig. Þetta svona verkin þrjú og þríleik sko og það að hafa skrifað hann og einhvern veginn saga þess að skrifa hana og svo lesi upp úr bókunum inn á milli og reyna að tengja þetta saman í einhverja svona finna þráðin í þessu. Læt okkur fylgjast með svolítið gesti, svolítið hans persónulega lífi. Finna einhvern svona persónulega þráði gegnum þetta. Sem að þú segir að í samsvörunni þér. Sumuleyti, já. Þannig að ég verði að velta fyrir sér að ég var að hugsa með þetta samtal okkar. Það ætti í rauninu ekki að snúast bækurnar, heldur ætti að snúast þessa sýningu. Og þessi sýning þig að búa til bækurnar og náttúrulega koma bækurnar sem afurðin í sýningunni. En svona þráðurinn í sýningunni frekar þú heldur en þráðurinn í bókunum. Frekar löngun þín til þess að segja þessa sögu hvernig nútíminn eða bara, nútíminn kemur til Íslands. Já, þetta svona og af hverju ég ákvað að gera það og hvernig ég fór að því og þetta svolítið þannig. Það byrjum að einu, þetta leikrit? Nei. Já, bókin, þú veist, bækurnar geta alveg orðið leikrit. Nei, en þetta leikrit sem ég var að horfa á? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta ekki uppistand? Átti erfiðleikum með að finna nafn á þetta, sko. Þetta annars vegar, þetta svona bland af upplestri, fræðslu og uppistandi. Sögustund og eins konar trúnó með lesendum. Trún og höfundar og lesenda. En ég hef bara ekki fundið svona rétta heitið á þetta. Þetta bara svona eitthvað nýtt, sko. Já, en það hefur farið á sögurloftið í Landnámssetri, þar sem að kollega þínir sem eru miklir sögumenn, eins og Einar Kárason og fleiri hafa verið með. Já, ég fór á eitthvað, ég held að það hafi verið Benni Ellings þegar hann var. Það var náttúrulega leikrit bara, sem hann var með. Já. Hann leikari, leikhúsmaður. Fór á eitthvað annað, ætlaði ekki verið Einar Kára. Já. Svolítið langt síðan, sko. Já. Og þeir hafa alltaf reynt að fá mig þarna upp í dyrinu. Að þú ekki vilja fara að hverju? Já, það bara svona, það ákveðin ástæði fyrir því. Ég ákvað á endanum að segja já, en þá... Það vildur ekki? Þá komnar upp aðstæður þarna í bænum, sko, sem vörnum við því að ég geti verið þarna. Já, þetta svona alltaf viðkvæmt mál, ég get ekki farið sem við förum ekki út í núna. En þú sagðir að þetta væri trúnó með lesendum. Það ekki vegna þess að þú ert að hitta og það svolítið svona þráður í þessu líka að hvernig lesendur hafa áhrif á það hvernig bækurnar eru skrifaðar. Það þannig eða það þannig bara í frásögninni að því þú ert með líklega stóran hópa lesenda í salnum að það áhersla á það eða það virkilega þannig að lesendur séu svona miklir áhrifavaldar á hvernig bækur þróast? Ekki yfirleitt hjá mér og þetta svona fyrsta sinn sem ég að taka ráð frá lesendum og hef aldrei lent í því áður þannig að þetta var svolítið svona fyndið að höfundur taki hugmyndum frá lesendum og vinni úr þeim, sko. Og það náttúrulega verið framhaldssaga til þess að það virki. Já. Það ekki verið ein bók á leikvíkin. Og það lesendur ekki verið þáttakandi. Bara sína það að maður í einhverjum svona sambandi við lesendur og þetta náttúrulega einstakt hér á Íslandi. Ég held að þetta sé meira hér en annars staðar. Þetta trúnaðarsambandi við lesendan hérna að maður nær þeim einhvern veginn og stutta báðuleiði náttúrulega fólk getur bara bankað upp á og haft samband við mann og maður hittir fólk og þannig að Stoppaðu staur, það sem verið hlaða bíl. Stoppaðu staur, já. Það alls konar. Og þetta bara svona skemmtilegt umhverfi í kringum það að skrifa bækur því maður nú alltaf einn, sko. Þannig að mér dróð þetta fram í sýningunni, svona.
hvernig lesendur hafa haft áhrif á framhald bókana, sko. Sem kom mér eiginlega mest á óvart sjálfum að ég skildi taka það í mál að taka við hugmyndum utan að koma til frá. Kom þér það óvart eða? Já, ég alltaf svona, ég hlusti ekki á neitt, ég er bara kóngurinn hérna, ég er bara ræð öllu, sko. En svo auðvitað tekur maður við ábendingu frá ritstjórum og hefur alltaf gert. En svona, og það er óvenjulegt að maður hitti fólk út í bæ og það kom með hugmyndir, ábendingar eða óskir að þessi kafli gerist þarna eða þessi persóna farið þangað. Þessi persóna lifni við. Já. En er þetta ekki bara eldast? Er þetta ekki ungsmannsrókin sem þykist allt vita og getur ekki tekið ráð frá neinum? Já, allir það ekki. Maður sé svona aðeins afslappari núna, sko. Og til í hvað sem er, sko. Þannig að þetta er bara fallegt fyrst mér. Að bók geti orðið svona til. Maður hefur hugmyndum að Íslendingasögurnar hafi orðið svona til, sko. Kjaftasögur sem mótast í munni fólks og einhver heyrir eitthvað og svo fær áskorunum að skrifa þetta niður og þetta er svona samvinnu verkefni, sko. Og svo er í þessu þráður þar sem að þú ert að leita að sögunni og sækir svona víða, sækir bara í góðar sögur. Já, ég náttúrulega þurfti að lesa mikið af heimildum til að móta þetta og bara til að finna umhverfið, fá rétt á umhverfið. Þannig að sagan yrði svona trúverðug og þá veist ég að byggja heilan bæ í rauninni, sko, frá grunni og náttúrulega sína hvernig atvinnuveginir þróast og svona atvinnusöguna svolítið og svo þessi staðreynda Norðmennirnir koma þarna 1903 og byrjar, sko, veiða síld og þá byrjar boltinn að rúlla og svo fara Norðmennirnir út úr bransanum eitthvað 15 árum seinna og Íslendingarnir taka við og svo kemur kreppan og það er svo margir faktorar sem þú þarfst að hugsa Þannig að maður þurfti líka að lesa verkalýðssöguna En í sýningunni þá eiginlega kemur þetta fram í starfi höfundarins, kemur fram í þessum 100 blaðsíðum sem gerast í Vesturheimi, þar sem þú þarft að bæta við rannsókn á Vesturheim. Það var svona auka álag hjá mér. Já, þar kemur fram þessi svona rannsóknarvinna sem höfundur þarf að ganga í gegnum, sem er utan hans. En svo kemur líka fram í sýningunni að þú sækir í eigin reynslu, það kemur nokkru sinni fyrir, oft sára og erfiða reynslu. Já, svona þessi persónulega áföll sem maður hefur lent í og ævintýri líka, sko, en sem hafa svona mótandi áhrif á mann og maður er enn að kannski að vinna úr til dæmis lenti tvisvar í hjónaskilnað, það hafi mikil áhrif, þetta er kannski erfiðasta sem maður hefur lent í. En svo skilnaðir séð bara erfiðar en dauðsföll, sko. Og það náttúrulega skila sér einhverju tímapunkti inn í verkin, sko. Þannig að já, ég svona verða. Þannig að persónulíf sem, þú ert annars með stóru söguna sem er Íslandssaga, þú ert endurskrifa hana, kannski upplifur einhver leyti að frumskrifa hana því að það er einhver þráður sem að þú ert elda sem að kannski hefur ekkert verið svo gaumgæfður. En svo eru persónurnar sem eru að lifa sínu svona engalífi inn í þessu. Og þá ert þú ofta að sækja í eigin reynslu. Það er mikið af sambandsslitum hana og erfiðleikum í samveru karla og kvenna. Já, og svona myndast smá saman þessi íslenska fjölskylda sem er samsett úr mörgum lögum og ólíka persónur búa saman undir sama þaki sem eru ekki blóðskyldar og alls konar svona, sko. Og þetta náttúrulega bara er afleiðing af því hvernig líf aðalpersónunar hefur verið. Hann náttúrulega missir föður sinn 2 ára og lendir hjá vandalausum og fer upp stétt, er kaupmannssonur til 12 ára aldurs, fer aftur í fátæktarlífið og eignast nýjan stjúpföður og bara til að sko sína, þá er ég að nota þetta. Hann er okkar aðalpersóna, leiðsögumaður í gegnum þessa miklu ferð Íslands úr fortíðinni inn í nútíðina og nútímann og þá fæ ég tækifæri til að láta hann kynnast ýmsum hliðum, sko, og þar með gerir þeir lesandi það líka, kynnast ýmsum hliðum mannlífsins sem var á þessum tíma, sko. Já, lífslaup hans er mótað af þörfum þínum sem höfundar að fara á milli ýmissa deilda samfélagsins. Það má segja það, sko. Vegna þess að sagan sem þú ert að segja er raunverulega saga hópsins, Já. þóttu sett að nota einstakling. Hann er svona gætin okkar.
Þannig að hann fer með okkur inn á kaupmannsheimilið og þá sjáum við þá veröld og svo fer hann aftur inn í torfbæinn og þá sjáum við þá veröld og svo ennþá verri torfbæ og svo kemur snjóflóð og þá flýst fólkið inn yfir á Eyrina og yfir í þorpið sko, fari inn í einhverju gamalli þurrabúð og þar kynnist hann sko, þar er hann ástfanginn og einhverju hefðarmey og þú veist. Og þú ert að nota hérna klassísku, episku skáldsögu 19. aldar. Já, til þess að segja þessa sögu. Það má segja það. Þetta er svona form sem að maður tekur bara í arf sko, en þetta er náttúrulega bara klassískt sko. Það er ekki svo mikla vendingar í bókmyndum eins og öðrum listum sko. Í grunninn er engin munur sko. Við erum bara að skrifa svipað á Íslendingasögurnar sem voru skrifaðar upp úr einhverjum kjaftasögum sko. Þannig að það er ekkert stór munur á því sko. Það er samt svona einhver svona, það er svona meiri krafa á svona einhver svona dramatíska framvindu hjá þér heldur en þeir sem skrifa Íslendingasögurnar. Já, ég veit það ekki. Það er alltaf drama þar sko. Áhugaverðar persónur og alltaf einhverja vendingar sko í plottum og þess vegna er þetta svona gott sko. Þess vegna endist þetta. Fólk lesi þetta eru sögur. En þú veist, þessi tilraunastarfsemi sem var á 20. öld og þessi módernismi, hann svona höfði aldrei mikið til mín sko, ég fór aldrei mikið í þá áttina, ekki frekar í myndlistinni og hef svona, ég er svona frekar hefðbundin, svona ég nota hefðbundi form sko. En reyna að gera það og klæða einhverju nýju lífi og segja nýja sögur í þeim sko. En svo kemur þessi leiksýning sem er náttúrulega bara eitthvað nýtt form sem að maður veit ekki. Maður getur ekki kallað það leiksýningu og engin veit hvernig maður markaðsetja þetta og þetta er bara ég á sviðinu að tala bækur. Það sem er bara talandi Íslendingasögur eða baðstofaloftið þá er þetta bara kvöldvaka. Já, kvöldvaka, já. Það er kannski besta orðið. Og það var alveg augljóst og maður sá það bara og það er ekki að koma neinum óvart að áhorfendur fallast alveg á það að þú ert þannig bara að segja okkur sögur og þú hefur svo til taumlaust hvert þú getur farið með það. Já. Ég held að áhorfendur séu bara alveg saman það. Þau bara treysta þessir sögumanni og þú getur farið eiginlega það er krókaleiði sem þú vilt svo framlega sem þú heldur okkur í lófanum. En sýningin er alltaf nokkurn veginn svipuð sko. Svona 90% er hún eins. Svo eru 10% sem flökti til og frá. Þú veist, ég heyrði að þú hlóst út í sal, þá fór ég allir að tala meira eitthvað. Þú veist, þá fór ég að hugsa þig. Það hefur einhver áhrif á mig, sko. Alls konar svona faktorar. Einsýningin þá var eitthvað sem ekki hló neitt þarna á fremsta bekk og þú ert að reyna að kveiki í honum allan tímann. Fór gaf ég í og þá lifnaði salurinn. Þú veist, þetta er alls konar svona. Stundum gleymi ég að segja þetta sem ég var búin að ákveða að segja. Þú segir frá því í sýningunni að þú hafi verið með stand-up þarna 95 í Hlaðvarpanum og einhver leiti ertu að nota næstu í slíka tækni svona í frásögn og maður sér það svona í uppbyggingunni hvernig sko þráðurinn er í sögunni er ekkert svo fjarri svona langri stand-up sögu sem er svona ákveðin hefði í Bandaríkjunum en það er annað sem að þú velur yfirleitt mjög svona sársaukafulla kafla að lesa og ert alveg á svona sársauka tilfinningasviði í upplesturinn. Já, ég ákvað að blanda þessu svona húmor og sársauka sem er svona mest juicy kaflarnir finnst mér vera þessi sársaukafullu og svo skemmtilegustu kaflarnir sem eru þessi fyndnu. Ég er kannski ekki mikið að lesa fyndna kafla. Því að þeir fyndnin fyrir ágætlega í endursögn. Já. En á meðan býst ég við að sársaukafullu kaflarnir að þá vil höfundurinn að sér lesi það sem að hvert orð hefur mikla vikt. Já, ég einhvern veginn svona í seintíðum er gaman að lesa þá kafla. Það er einhvern veginn fara svona, það er kannski meira svona, maður er komin á leiksvið líka og vill svolítið svona verða dramatískur og fara alveg inn í hennar sársauka sko. Og svona veikustu punktarnir í þú veist, sársaukafustu punktarnir í bókunum sko. Ég valdi þá svolítið inn í þessa sýningu bara til að gefa sem meiri dýpt eða eitthvað. Og það er erfitt að standa undir þeim að vera að lesa það á sviði með leikrænu tilburðum.
Ég er að segja þessi erfitt, ég er ekki að segja að þú hefur ekki valdið því, ég er bara langt í frá, en ég var bara að velta fyrir mig hvort að vegna þess að þú hefur mikið lesið upp og þú hefur og lagt mikið í það að lesa upp og stundu velti maður fyrir sér býttu að hann lesi upp átt þegar hann að skrifa af því að þetta er svo mikið svona hljómfall í þessu og fleira, ég veit ekki hvernig fólk gerir það en stundum er það þannig að það eru svona kemur svona taktur inn í sem að og stundum þegar maður les textaðin þá heyrir maður röddina þína sko, sem er náttúrulega ekkert svo óalgengt, þú getur lesið Laxness og stundum heyrir maður röddina hans bara að því það er eitthvað svona hljómfall sem er í texta sem að maður glöggva sig betur á þegar höfundur les en ég er bara að velta fyrir mér sko þessir sársaukafullu kaflar segjum við færum til 95 að það var ekkert endilega víst að þú myndir sko treysta þér í þá á sviði. Nei, ég var ekki tilbúin í það kannski að ég hafi ekki upplifað þennan sársauka sko sem ég hef núna upplifað þá maður er svona með víðari lífsreynslu og skrifar öðru vísi og getur sótt í fleiri brunna sko. Það er munurinn á mér núna og 95 sko. Þá var maður eiginlega bara í fyndinni og það átti fullt í fangi með það sko. Og hýja fólk. Svolítið. Já. Og svo vex maður upp úr því að maður finnst það einhvern veginn þreytandi. Ég get ekki lesið þannig bækur lengur sko. Eða horta þannig bíómyndir sem er alltaf að hýja ykkur öðru fólki. Það þarf að koma ykkur svona, þú þarft að taka afstöðu með persónu. Investera í þeim sko. Þetta gæti verið sko bara þróun á ævinni af því að einhver leiti þegar ungt fólk kemur inn á sviðið þá er bara hellinga fólki þar fyrir og það þarf að ryðja sér svolítið braut og ein aðferðin er að hæðast að því sem að fyrir er og svona meðan að vera að reka olbónum eitthvað í það og maður er að íta þessu helvítis liði í burtu til þess að fá pláss og það er eðlilegt og kannski losnum aldrei við það en það er stundum verið sagt við svona okkar kynslóð að við séum svona kaldhæðna kynslóðin að þetta hafi sko eiginlega skrúfað svolítið upp á tímabili. Þannig það gæti líka verið að ógeð þitt gagnvart þessu núna sé kannski uppgjör við einhver svona kúltúr sem að kom og fór. Ég veit ekki hvort að þú er eitthvað pælt í þessu. Já, kaldhæðnin var náttúrulega allsráðandi þegar ég er svona kringu 30 sko. Það er vonlausa kynslóðina því að það hafi verið á undan hipparnir og fleira sem ætluðu sér alls konar hluti og það var kynslóð sem þótti sjá í gegnum allt saman. Allt væri raunverulega svolítið innantómt. Þau voru kölluð fyndna kynslóðin þannig að maður kemur svona á eftir því sko og þannig að kannski lærði maður eitthvað af þeim en svo leið var maður líka á mótið þeim sko. Vildi gera eitthvað annað, gera öðruvísi. Þannig að þetta er miklar andstæður í þessu. En sko í grunninn þá er ég kannski að svona nema, ég fer til Ameríku þarna 85 og er þar til 90 og er í rauninni bara svona í námi þar í að læra á húmor, horfa á stand-up David Letterman var aðalgæinn þá og Woody Allen með sína myndir og þetta var allt svona ameríski húmorskóli sko, sem að þeir eru náttúrulega mjög góðir í og hafa alltaf verið góðir í og svo kemur maður með þetta heim og reynir að þýða þetta inn í íslenska menningu og þetta uppistand mitt var fyrsta uppistand á Íslandi sko. Og þannig að þetta var allt svo nýtt og fólk einhvern veginn, ég kom mér óvart hvað þetta gekk vel að því fólk var bara alveg til í þetta sko. Og þannig að ég er bara svona svolítið upptekinn af því að vera þessi húmoristi sko og síðan ákvaði bara eftir að fara túr landið þá ég er ekki þessi skemmtikrafta típa sko fannst mér ákvað bara nýta þetta inn í skáldsögur og skrifaði 101 Reykjavík og þar er náttúrulega búið með þetta alltaf koma sem er bara einn húmor út í gegn og síðan kemur svona aðeins meira í 101 aðeins meira drama og meiri persónusköpun og dýft en svona húmorinn er alls ráðandi samt ennþá og síðan svolítið veðrast hann á manni. Ættir að vera fyndin? Já, nei þetta kemur svona mjög eðlilega í skrifum sko. En mér finnst hann svona svolítið hafa vikið bara í 20 ára eitthvað og sé svo að koma aftur núna þetta er furðulegt sko. Og þá kemur hann á annan hátt inn sko, þá er maður með búin að vera meira í dramanu sko og svo kemur húmorinn þá kemur hann svona þegar hann mætir aftur á staðinn þá er hann annar maður heldur en hann var sko, þannig.
Ég man eftir þarna uppistandinu, eða þú veist, ég man ekkert eftir því, en ég man eftir þér í því og ég man það sem mútt að segja að þú er ekki svona skemmtikraftur. Þá fekk maður svona tilfinninguna að þið liði ekkert allt og vel upp á sviðinu. Það er svona í hlutverki sem að eins og jakki fjall ekki alveg að þér, sko. Kannski, já. Þetta var rosalega átak, ég man það. Ég lá alltaf bara í 2 tíma í kóma bara inni hjá mér sko í rúminu og reyna að fara yfir monológin og muna allt sem ég átt að segja en svo átti þetta alltaf hljóma eins og mér var dettið í hug upp á sviði en í rauninni var þetta allt undirbúið og ekkert handrit heldur þurfti maður að muna þetta allt ég hef aldrei skrifað neitt niður í svona uppistandi þannig að það var rosalegt álag og stress og það var alltaf svona rosalegt stress fyrir hverja sýningu og svo rosaleg gleði eftir hverja sýningu þannig að komið svona að hafa lifað þetta af að þú hafi lifað þetta af já, þetta er náttúrulega eins og margir segja þá er nú fátt erfiðara en að ætla sér upp á svið að reyna að vera fyndin fyrir 100-200 mann sko, það er ef það feilar þá er það ansi pínlegt og erfitt sko. Og þú er svona varnarlaus, þetta er svona sumir segja box eiginlega aðal íþróttin þess að maður mæti bara að bera ofan og hefur ekkert eiginlega og þú verður bara bjargaður. Þetta er bara hljóðnuminn og svona, já, þetta er skemmtilegt form en svona takmarka líka sko. Ég einhvern veginn óks upp úr því og fannst það einhvern veginn ekki hafa lengur til mín fannst þetta of yfirborðskennt eða eitthvað fór alltaf út af stand-up eins og þegar hann kom hérna í Laugardalshöll fyrir nokkrum árum hans, hvað heitir hann sem var hérna með Tonight Show hérna frá Suður-Afríku man ekki hvað hann heitir svart Nóa já, Trevor Noah og ég var eitthvað svona allt orðið í hérna, nöfnin í ganginum í heilanum á hann er lengi liftarinn að segja nöfnið ég einmitt lagur eins og stór líka það var að fara djúpt inn já, það var, hann er heimsfrægur og þetta, fólk er rosa ánægt en maður kom út bara og myndi ekki neitt sem hann hafi sagt sko. Þetta er svolítið þannig eins og kom hérna hinn Russell Russell Brand já, maður bara það var alveg glatað sko Það var menn alltaf að tala kynlífsitt líka og svona, þetta er bara dálítið þreytandi. Þetta er náttúrulega menn sem eru að vinna í svona mjög stóru sviði og þar þarf að vera alls konar svona kompromís. Það eru svo margir í salnum hjá þeim, þeir eru að þjóna milljónum. Og á sömuleyti þegar þú ert að segja, við fórum til Bandaríkjanna 85-90 að læra húmor og þá ertu að læra svolítið húmor, náttúrulega einhver leiti New York húmorinn sem er staðbundinn en hann er náttúrulega hefur farið sigurför heiminn og orðið svona viðmiðun en hann er inn í þessu samt svona þetta er eiginlega búin að lyfta sig frá einhverju svona tilteknu lókali og þú kemur tilbaka og þú horfir svolítið á Ísland hérna fram með þessu sjónarhorni að Ísland er skakt vegna þess að það er ekki eins og New York Ég leik mér aðeins einhvern tímann á svipuðu tíma að þegar við gáum út pressuna þá sagðum við skulum bara gefa út eins og sem gefur út frá New York og láttu það vera viðmiðunin sem er svona ákveðin svona galdur til þess að ná svona sjónarhorni á samfélag að vera ekki inn í því heldur að horfa á það utanfrá en að sömuleyti þá má segja að sko höfundarferð þín við þekkjum þetta líka frá Laxness að hann er með svipað hann kemur eitthvað með hugmyndum að sækja sko sjónarmiðin og viskuna og vitið og húmorinn og afstöðuna og mennskuna allt saman einhvers staðar erlendis og reyna að lækna Ísland með því að hann var komið til Hollywood 26 ára 26 ára og svo skrifar hann bara leiðbeiningabækur það hvernig Ísland getur bara fært sér þangað með alþýðubókinni og einhverju fleiru en síðan tekur hann ákvörðun að hann fer inn í sögulegu episku skáldsöguna og fer inn í Íslands samfélag og reynir að búa til listina þar og einhver leiti er ferðalag þitt sambærilegt. Já, má segja það sko. Þú hættir að vera með viðmiðununa í vasanum að utan. Hvernig við eigum að vera? Já, og svona finnast Ísland ömurlegt og hallarslegt og alltaf að reyna að koma Íslendingum upp á hennar level sem að maður þóttist vera á sjálfur sko og svo gerist það bara með tímanum, þú þekkir þetta. Allt í henni bara allir komnir og allir búin að fara til New York 100 sinnum og bara allir pítsastæðinni búin að opna og öll þessi kúltúr komin og það komið kaffihús og hvert horn Kannski var það, breytti það svo sem mengu Nei, það eru margir kínverskir veitingastæðir Reykjavík, er það
Jú, þetta breytti náttúrulega miklu. Reykjavík 100 sinnum skemmtileg borg og allt það og tónlistarsenan ótrúleg og allt bara mikil menning í gangi og bjórinn alltaf, þegar bjórinn kemur, þá náttúrulega, það okkar svona Berlin Wall moment, sko. Þá kemur múrinn niður og allt verður frjálst einhvern veginn. Og það var mjög mikið stórt moment, sko. Og þá vaknaði Reykjavík til lífsins, sko. 89. Já. Og svo kemur Björk og verður heimsfræg skömmu seinna, bara rétt á eftir og bara allt í einu er Reykjavík komin í heimsiðuna, sko. Og Jerry Seinfeld opnar hurðin á kaffibarnum og maður hélt maður skildi ekkert í þessu. Þeir voru bara mættir. En núna eru fréttir það að það hefur dregið mjög úr í leitarvélum sem var leita á Íslandi. Já, kannski var þetta bara tímabil. Kannski eru það að fara út úr þessu tíma. Já, kannski. Þannig að það hefur bara eyðilagst á okri og almennum leiðundum. Já, nú kemur svona á þessa staði út á landi sem svona, eins og ég var á hóteli hérna í Suðursveit með áramótin. Það sem allt staffið bara héðan og þaðan frá í heiminum og bara einn Íslendingur í móttökunni og svo þetta bara eitthvað frá Búlgaríu eða Portúgal eða bara Bandaríkjunum eða þú veist, þetta svona Babels turn einhvern veginn orðin og það eitthvað veruleiki sem á Íslandi en samt ekki einhvern veginn Ísland mjög svona, þetta forvindilegt og svona, þetta eitthvað nýtt því að allir túristarnir þú veist, það voru engin Íslendingar á þessu hóteli en bara, þetta var svona eins og geimstöð svolítið og svo út gluggann sá maður gamla Ísland, sko. Vatnajökull og Hali í Suðursveit, Þórbergur einhvern veginn. En við vorum einhvern veginn svona svolítið frá því. Ég var hérna einu sinni, gisti ég hóteli við Goðafoss og var að tala þar við hótelstjóran sem var íslenskona og hún talaði við mig á ensku og ég svaraði alltaf á íslensku. Þetta var búið að ganga svona í 6 skipti þegar hún fattaði að ég væri íslenskur. Að þá bara gert ráð fyrir því að þá raunverulega þetta hótel eiginlega bara lost in space einhvern veginn, án svona menningarlegra tengsla. Það var orðið bara eins og geimskip, það sem svona úr einhverju framtíðarmynd, það sem og engin í verkalýðsfélagi, sko. Nei, það er ekki tengsl. Herðu, aðeins varðandi eitt sem við varum að hugsa allt þegar maður satt þarna, það var náttúrulega hlust á því að segja söguna og hún náttúrulega snertir margt og það ekki að segja neinum að þú sért góður sögumæður og það fátt betra heldur en bara einhver sem að segja manni sögu. Þetta ekki að samfara með það að við erum með hérna bara tólkingahætt sjónvarp hérna, þannig að við erum full að trúa því að frásögn eins sé hérna eiginlega svona mikilvæg boðleið. En maður situr samt og að hugsa ýmislegt. Maður að hugsa sko þetta sem þú átt að segja áðan að þú hafi verið með stand-up og fært sér svo frá því og byrjað að skrifa og síðan núna að pröfa þetta sem einhvern veginn það þessi svo spurður hvort fólk væri búið að lesa síðustu bókina og ég horfði yfir að það komur óvart að það voru færri heldur en ég hefði reiknað með. Líka vegna þess að ég hafði hort á salinn og mér fannst salurinn vera rosa gamall og ég hugsaði, já, ég hef einu sinni séð svona eldri sal. Það var Kammermúsikklúbburinn á sunnudögum sem elsti salur í Reykjavík. Það alveg ótrúlega gamall salur sem og ég hugsaði, kannski þetta bara síðasta kynslóðin sem maður les raunverulega, sko. Og svo hlusta ég eftir þegar þú varst að tala þegar þú hittir lesendur þína. Allavega helmingurinn þegar hafi verið að hlusta á þig. Og ég var eiginlega að velta fyrir mig, þú veist, erum við kannski í svona breytingu frá sko ritmálinu og bókinni þar sem sko einkanlegu lestur, hvers og eins. Þetta kannski að fara frá okkur og að við sem komin inn í heim þar sem að ég kannski fær þú bara meiri viðbrögð við þessum sýningum, kannski meiri pening heldur en að útgáfa af, ég veit ekki hvað svona bækur seljast, 2500-3000 eintök, ég veit ekki hugmynd. Já, svo 4.000 sem að þetta eru stórvirki okkar aldar, bækurnar þínar. En þetta er ekki umtalsvert. Ég held að það séu örugglega 4.000 mann sem að munu sjá þetta samtal okkar bara innan viku. Ok. Sko ég svona í og með aðeins út af
tekjuleysi frá bókaútgáfu sko. Já. Sem bara komið niður í svolítið kjallara sko. Já. Og svo hljóðbókar veruleikinn sem bara, við erum bara í einhverjum Spotify dæmi þar sko. Það sem við erum að fá allt og lítið fyrir lesturinn. Og reiknimódelið sem að Storytel reiknar eftir launin okkar er óskiljanlegt og enginn skilur það, ekki einu sinni fólki sem vinnur þar og enginn veit hvernig þetta er reiknað og þetta eru bara einhverjir, þú veist, maður er kannski með kannski 1000 hlustanir og þú færið eitthvað 200 skall fyrir það sko, þú veist, þetta er bara ekki nóg sko, þannig að maður er svona að leita að fanga og þá heyrir maður að leikhúsið sé bara kannski sá miðill sem hægt er að afla einhverja peninga í. Maður sé þetta víða sko og sé þess að stráka eins og Berg Ebba til dæmis sem fór með sína bækur á svið í Borgarleikhúsinu. Andri Snær var alltaf með sína bækur á sviði líka, er enda bara í stóra salnum, kannski bara einu sinni. En hérna, þannig að þetta er svona þróun og ég held að við verðum bara átt okkur á því að þetta er leið fyrir okkur til að fá eitthvað fyrir okkar vinnu sko. Og ég var eitthvað sem við ættum kannski að reyna að halda svona jólatónleika, svona jólaupplestra eins og Bubbi og Baggalútur og þeir gera sko, hafa gert í 100 ár. Listaskoti vondu í Háskólabíó. Já, bara einhvern veginn því fólk er einhvern veginn alltaf til í að borga fyrir upplifanir, fara út á kvöldin og borga 7 skall fyrir að fara á uppistand eða bara upplifa eitthvað bara í leikhús. Íslendingar eru duglegir í því sko. Þannig að jólatónleikar, jólagesti Björgvins. Já, kannski, og nú er hann að hætta að mynda skat í markaðinn. En sko, þú veist, þá þarf maður bara að gera þetta sjálfur. Maður getur ekkert treyst á eitthvað forlag, gera þetta fyrir mann eða Storytel, eða maður bara gangi í málið sjálfur og bara, þá ert þú sjálfur með þína eigin sýningu og færð þar leiðandi svona meiri hlutan á tekjunum inn. Hluta til gæti þetta verið bara sama og tónlistafólk lendir í, að það er bara búið að eyðileggja hérna vörusöluna sem voru plötusöluna með þessum streymisveitum og það er bara einhver forrit sem eiga einhver forrit út í heimi sem bara blóðmjólka þetta og henda svo bara einhverjum smáurum í listafólkið og enda svo með því að þau fara bara að semja sjálf músíkina sko, til þess að því að sjá eftir smáurunum sem senda. Er það þannig að höfundar, rithöfundar, séu kannski að því að sko tekjumódulið þeirra, að séu eitthvað leyti brostið, með því að stór hluti hafi flust yfir í lestur þar sem að þú hefði fengið meira en 200 skall fyrir 1000 selda bækur. Ekki? Já, jú. Sko, þannig það er búið að geta tekjumódulið. 500 skall fyrir 1000 seldar bækur, sko. Já, en einhver leyti er búið að skemma tekjumódulið, en einhver leyti er bara lestur að minnka og það bara ræðst líka bara tækninni eins og við getum tekið þetta samtal og við sendum út á Facebook og YouTube og í podcasti og útvarpi og sjónvarpi og hérna er bara einhverja nokkra græjur og við erum kannski að gera eitthvað sem að ríkisvaldið gat eitt gert 1970 það þurfti svo mikla sko stofnanir og það voru hérna 18 manns kannski á bakvið þessa, hérna sittum við 2 og svo voru laufið hérna frammi. Og that's it. Þannig að það er allt í einu opnast meiri möguleikar á og þú sér bara hvernig YouTube er og hvernig það opnast öll samfélagsumræða og dreifileiðir og eitthvað fleira. Þannig að svæðið sem er til lesturs hjá einstaklingnum, að lesa bók, að lesa fjártalið upp í koju á hérna sveitinni, það er bara minna. En svo er maður myndur á annarslagið að bókin lifir alltaf, þú veist. Gærkvöldi kom sonur okkar sem er rúmlega 20 verkfræðinemi í mat og hann hefur ekkert verið mikið að lesa bækur sko, en allt í einu sagði hann í gær, já ég kom með nýtt markmið sko, bara lesa 52 bækur á ári. Og ég var leiður á þessum síma alltaf á kvöldin og bara fínt á að lesa maður og bara meira svona einhvern veginn, maður líður betur eftir það. Já, þá er það eins og lífstíl. Já, það er samt sko, þetta er fyrsta skrefið og það er eitthvað trend í Ameríku núna, hefur maður heyrt
það eru Wi-Fi-laus kaffihús þar sem fólk situr inn og lesi bækur sem eru prentaðar, sko. Þannig að kannski kemur það eitthvað til maður hingað, maður veit ekki. Kannski verður næsta kynslóð eitthvað anti-teknológi og fer bara aftur í gamlu góðu bækurnar. Hvað veit maður? En allavega þú sagðir að salurinn hefði verið sko gamall og það er alveg rétt. Það var reyndar ég skjótaði inn að því að þetta var á laugardagskvöldi og þeir sem að fara út á laugardagskvöldi eru sjaldna sko barna kynslóðin sem á börnin og þeir eru ekki þeir sem eru ungir og graðir. Það er náttúrulega eldra fólk. En það er líka markhópurinn minn með þessum bókum, sko. Þarna er ég komin í sögulega skáldsögu og það er bara einhvern veginn lenskan að eldra fólk hefur meiri áhuga á þeim, hefur meiri áhuga á svona Íslandssögunni, hvaðan við komum, mann kannski eftir skottinu á þessum tímum eða afi eða pabbi var í síldinni eða eitthvað svona, sko. Þannig að bækurnar hafa alltaf höfðað meira til eldri kynslóðarinnar, ég hef alveg fundið það, sko. Og þannig að það getur haft eitthvað með það að gera. Annars er nú mín reynsla í leikhúsi að það er nú yfirleitt svolítið svona biðukollu stemning sem við kalla. Já, það er ólíki salinir, ég tala stundum það hérna í leikhúsinu, að það er fyrstu sýningarnar í Þjóðleikhúsinu eru líklega elstar og svo kemur Borgarleikhúsið og svo yngist það þegar þú komir yfir í Tjarnarbíó. Þetta er alveg ótrúlegur munur og maður ætti eiginlega að hvetja sko yngra fólk til þess að fara í hinn leikhúsin og eldra fólkið að fara í Tjarnarbíó, sko, því að þetta er náttúrulega mjög skrítið ef við erum að missa einhvern menningarneysluna í einhver svona kynslóðabil sem að eiginlega meikar engan sens. Þetta er eiginlega bara svona þetta er ekki sko inntak verkana þannig svoleiðis. Já, leikhúsin finnst mér stundum fara á taugum og við þurfum að gera eitthvað fyrir unga fólki og þá þurfum við að hafa þetta, þú veist, við setjum Róma og Júlí, þá fáum við eitthvað rappara inn, þá koma allir krakkarnir og þetta er einhvern veginn svona. Þetta er kannski ekki rétta leiðin, sko. En þetta ef að rithöfundar eru að lenda í því sama á tónlistafólk sem að tónlistafólk þarf þá að halda tónleika til þess að bara hafa lifibrauða listinni. Heldur að við séum þar? Nei, það er öðruvísi okkur. Bækurnar eru allan gefnar út en þá, þú veist. Ég veit ekki með plötuútgáfu, kannski er hún ennþá blómleg, þessi vínilútgáfa er ennþá í gangi eða ekki, það er að koma aftur, sko, maður. Fólk vil fá vínilplöturnar bara. Og svo reyna menn ímist að gefa út textabrot sem myndlist. Já, og svo er það svolítið fyndið og ég var ekki að gera grín á þessu partíum daginn. Allir orðið myndlistamenn í dag. En þá bara var ég jarðaður af því að tónlistamenn verða bara að leita allra leiða til að finna einhverja peninga, sko. Og ég bara skildi það alveg og ég var alveg samúð með þeim, sko. En svona er þetta. Við bara já, en ég er að velta fyrir mig sko hvaða áhrif þetta hefur á líka tímabil kannski eins og við nefndum hérna 19. öldina í vaxandi borgum umbyltingarinnar þar sem að verður upp svona breyting í menningunni í London og sérstaklega í París, kannski í Berlín og Vín og fleiri stöðum að þá varð til svona salón þar sem að fólk kom og var að spila músík og lesa og ræða og tala í svona þar sem að var verið að semja listina svolítið í sko samfélagi sem að hafði kannski einhver áhrif. Ég er líka að velta fyrir hvort að við kannski setja bara að jákvætt að séu svona hreyfist aðeins til að ljóðskáldið að það að fara með ljóðin sé stærra atriði. Já, ljóðið var náttúrulega til upphaflega þannig, sko. Þess vegna komist á þessar bragreglur það til að auðvelda fólki að muna ljóðin, löng ljóð, sko. Og ég held að ég er ekkert að kvarta yfir þessu, sko. Maður er bara komin með bókin upp á svið og farin að lesa þar og fólk kemur og horfir og er alveg til í það og mér finnst það bara frábært og auðvitað er það ekki fyrir alla sem bara vilja vera bara heima hjá sér og skrifa og gefa út og helst ekkert vera að lesa mikið upp. Ég meina, ég hef alveg skilning á því líka, sko. En þetta er kannski að færast meira inn í óral menningu og sem er náttúrulega bara eðlilegt með alla þessar miðla og alla þessar mikrofóna sem við erum umkringt hérna daglega að fólk vilji fá bara hlusta á fólk og fólk vilji tala og þetta er náttúrulega nýtt og það er nýja brumið sem hefur náttúrulega eitthvað aðdráttarafl og fólk er að prófa sig áfram með öll þessi podcast
en svo svona eins og sonur minn segir, svo allt í einu verður maður bara kannski leiður á því að innbyrja allt svona og vill bara fá að lesa bók upp í rúmi, sko. Það er önnur reynsla, það er einhvern veginn. Ég finn þetta sjálfur að ég að lesa mjög skemmtilega bókrindar og hún togar alveg í mig, en síminn er alltaf við hliðina á henni og maður les svona í hálftíma og svo tekur maður á símanum og svo heldur maður áfram að lesa og stundum gleymir maður sér símanum og hálftími líður á hann sem maður gerði neitt nema eitthvað að skrolla, sko. Þannig að þetta er svona ávana fíkn, þetta er svona ákveðin fíkn. Og svo verður öðruvísi, þetta er þegar þú ert að horfa á bíómyndir, þú ert að gera heima, þá ertu oft að fletta bara upp ykkur. Já, þessi persón, svo flettur þú upp og svona, og sagði munur á þessu eða horfa á það í bíói, þar sem þú getur þetta ekki. Og það sofnaði ég alltaf við bíómyndum heima, sko, og hætti bara að horfa. Það er svo haldir ekki aðteglinni heima, nei. En þú heldur fullkomni aðteglinni í bíóinu. Já, því það er einhvern krafa að vera hana með öðru fólki og fara ekki að sofa í stólnum eða eitthvað. Og labba ekki út, sko, maður sjaldan labbað út af bíómyndum, kannski 2 árum ævina eða eitthvað. Ég vissi ekki lengi að það mætti. Ég sá Hvíta víkinginn og ég gekk golf á leiðindum en þorði ekki að fara. En mér finnst það hafa látið undan. Allt í einu ég bara sá 3 kvikmyndir held ég á síðasta ári. Þetta er bara hruni hjá mér, sko, bíómynda áhorf. Já, ég fer í bíó. Ég bý hérna rétt hjá Bíóparadís. Já, ok. Og er með artbíó í hverfinu. En það er sjaldan sem kvikmyndir ná manni einhvern veginn og segja manni eitthvað eða mjög sjaldan, eða ekki? Nei, mér finnst það minnst þetta, sko, Þú veist nýkomin að Bob Dylan myndinni og þér fannst hún ekkert merkileg. Nei, ég ætla að fjalla hana hérna á morgun, þannig að ég ætla að spara það. En hlustar þú á podcast? Nei, ég hef ekki tíma til þess. Nei. En að því þú varst að vitni í sondin eða einhvern sem að sagði að þú veist maður verið svona leiður á þessu. En það er líka það að form er eitt og svo verður oft til eitthvað svona hefð mjög fljótt inn í því. Og ég finn það alveg að ég hef orðið mjög fljótt leiður á svona bara tóninum í podcasti og hvernig það er og það er hægt að koma hann óvart og það er eins og það gerir svo fljótt að svona formið sem ætti að vera nýtt og náttúrulega opnaði að losna út úr línulegri dagskrá og þörfinni á að vera með alla í salnum og vera bara raunverulega að þjóna einum í einu að þá bara komið meiri lengdir og svona spennandi svona hvað er verið að glíma við en komið mér óvart hversu hratt allt byrjar að detta bara í 2-3 farvegi svona meir og minna mætti vera meiri svona sköpun inn í þessu. Já, kannski þarf að editera þetta. Kannski er þetta langt. 2 tímar, þú veist. Kannski er þetta keyrt af markaði. Það er vist postkall sem að fær kostun og útbreiðslu og þarlega þetta. Þannig það er Þannig þú ert ekki á því að við séum okkur tímum þar sem að bókin sé að fara gegnum breytingar, þar sem að hún hafði áður, kemur náttúrulega út úr musteri þeirra sem að ráða vel við ritmálið. Þeir eru kóngar ritmálsins. ADHD fólki hafði ekki mikið séns þar, en núna erum við komin í það sem er talað orð er miklu meira áberandi og þá náttúrulega fær annað fólk kannski tækifæri. Annað fólk, þetta er svolítið stéttskipt, sko. Þú veist hvað er erfitt að eiga við ritmál, það er bara örfáir sem að ráða við það er svo takmarkuð. Og sér það á Facebook hverju geta skrifað og ekki. En mér veist það nú merkilega margir sem að ráða vel við ritmál á Íslandi. En það er svona, fólk skiptist í tvennt, sko, þeir sem lesa og þeir sem ekki lesa neitt, sko. Og það er stækkandi hópur, sko, sem lesa ekki neitt. En það hefur bóksala farið niður við síðustu árin, en hún er ekkert alveg dauð, sko, hún er alveg, þú veist, ég finn það allavega með mína bækur að þú veist, fólk er ennþá að kaupa þetta og lesa þetta og maður er í svona heilbrigðu samhengi eða samfélagi með lesendum og þetta er einhver miðill sem að skipti máli en þetta í dag og hann er náttúrulega leitar svona á dýpri mið og er, já, talandi stéttskiptingu þá er náttúrulega svolítið svona, sko, það er ekki kannski, það er svona, talað andlega fátækt og andlegt ríkidæmi, sko, það er einhvern veginn svona sumir það er kveikt á perun á sumum en öðrum ekki, sko.
Það er breyting. Góðsögnin á Íslandi var svo að það væru allir að lesa og þú sem rithöfundur ert að tala við þjóðina. Já. Sá veruleikur er ekki til lengur. Það er bara hluti sem les og annar hluti bara les ekki neitt. Þannig að þitt endurmat á Íslandssögunni. Ég hitti góðan uppistandara daginn, sko. Og hann er svona, ég ætla ekki að segja hvað það er, en hann er svona klár náungi, sko. Eini referansinn hans á mig er að ég skrifaði áramótaskaupið 2002 og hann er búinn að sjá það 40 sinnum. En hann hafði enga hugmyndum, hann virtist ekki að lesa neina bók eftir mig, eftir það, sko. Eða neitt sem ég gerði eftir 2002. Af því þetta var eina svona kvikmyndalega tjáning mín, sko, eða svona entertainment, sko. Þannig að mér fannst þetta eitthvað sorglegt, sko, að þessi maður les ekki neitt. Þá er nú illa komið, sko. Og þannig og þegar við erum að tala stéttskiptingu þá er þetta ekki bara peninga, efnahagsleg stéttskipting, þetta er stéttskipting sem snýst menningar og menningarkapital og það er hellinga fólki sem á hellinga peningu sem les ekki neitt, sko. Þetta gerist held ég bara í kynslóðinu strax á eftir mér, við okkur. Þegar Jón Gnarr lýsir, þegar hann fór að tala hann talaði Star Wars eins og við töluðum Íslendingasögurnar. Það var eitthvað svona rosa munur, sko. Þá hafði hann verið að horfa á allar þessar lélugu amerísku myndir og kunni þær utan að, sko. Og bara fyrir hans kynslóð var þetta bara referens í Sjálfstæðisflokkurinn er eins og þessi persóna í þessari kvikmynd eða eitthvað. Þetta er hans menningarheimur. Ég hef stundu sagt að ég upplifði að ég sé síðasta kynslóðinu mitt sem taldi sig þurfa að lesa Laxness og þá félagi alla saman og Íslendingabækurnar bara til þess að fá að taka þátt í samtalinu við kvöldverðarborðið. Þannig að þetta bara læra heima og læra þann menningarheim til þess að við getum haldið en síðan bara breytist þetta og koma kynslóði sem að líta einmitt á Star Wars og svona ameríska menningu. Ég var að hlusta á útvarpið Rás 1 var með það í gangi í morgun og þá var einu sinni verið að juða á amerísku söngbókinni og ég var að hugsa að er þetta í lagi með Ríkisútvarpið að við erum náttúrulega með íslenska sönglagi þarna og þessar þunnu íslensku svona söngbók svona Hauk Mortens og félaga og svo bara amerísku bókina. Ég meina, maður ekki fá að heyra aðeins svona lög frá Evrópu eða smá ítalska tóna eða gríska eða smá frá Afríku eða Asíu eða eitthvað, þú veist, er það endilega þannig að sko Ríkisútvarpið eigi að íta okkur enn frekar inn í sko að lifa bara í amerískri menningu. Maður spyr sig á hverju ári þegar þessi gítarleikari deyr sem 83 ára sá sem spilaði sólóið í einhverju gömlu hippalagi sem að þessi kynslóð hlustað á og er enn við völd upp á RÚV, sko, einhvern veginn það sem Bogi Ágústsson mann eftir þegar hann var ungur, sko, og stórmerkilegur gítarleikari sem nú er látin en þú veist, fyrir öllum öðrum er bara lokuð bók, sko. Já, og þú líka bara missir sýnin af ótrúlegum tónlistararfi, sko, sem að bara við getum verið að svamla í, sko, endalaust. Það með allri virðingu fyrir amerísku söngbókinu þá bara, þú veist, það geti ekki verið, sko, 5 dagskrár gerða menn sem eru bara juða í henni á Rás 1, sko. En þetta er annað, varðandi þetta með kynslóðskipti, þá kemur hann að segjum þetta sem Jón Gnarr og hans kynslóð sem talar Star Wars sem Íslendingasögurnar er svona menningarlegan arf. Og þetta skiptir náttúrulega máli af því að þú ert náttúrulega að yrkja inn í gamla arfinn. Þú ert að tala við lesendur og ætlast til að þeir séu einhver leyti að sér í þeim í bara íslenskum sögulegum fróðleik og íslenskum. Ég reynir samt alltaf að skrifa þannig að þú veist hinn óreyndi lesandi bara sem veit ekki neitt, sko. Ég reynir svona aðeins að matreiða þetta þannig að hann gæti hugsanlega skilja. Ekki gera ráð fyrir of mikið fyrirfram þekkingu en að samt hann er svona standi einhverjum fótum í þessari menningu. Ég verið að hugsa að undanfarið að við verum að tala þetta og þetta skiptir náttúrulega máli að þessi hugmyndin að við lifum öll í sömu menningu að hún er löngu fallin en að sömuleyti erum við ekki mikið að adressa það, sko. Við verum ekki að tala það og það er til þess að vera að tala bækur þá er ennþá verið að reyna að halda því á lofti að við séum öll inn í þessum menningarheimi sem er bara einhver leyti sjálfsblekking og væri gott fyrir okkur horfast í augu við að svo er ekki
að það önnur svona breyting sem að ég hef upplifað svona bara á síðustu árum með þetta leikrið sem heitir Jerma sem er í Þjóðleikhúsinu. Það er líka mynd eftir Lilju Ingólfsdóttur sem heitir Elsklik sem er í bíó, ég veit ekki hvort þú hefur séð hana. Og þá ertu komin með sögur sem að manni finnst ekki byggja á menningarsögunni, heldur á einhverju svona sem að við getum kallað svona sjálfshjálparbækur í svona góðri merkingu, ekki niðrandi merkingu. Heldur það sem að verður til mikill kultúr og mikla bókmyndir og mikil menning, það sem að fólk er að koma fram og gangast við áföllu sínum og sársauka og raunum og það er mikil umræðu þetta og hvernig við eigum eiga við þetta sem er skiljanlegt. Það var ekkert pláss fyrir þetta fólk áður, menningi snerist meira og minna bara svona betur sett fólk og svo kannski einhverja svona stereotypur af öðrum og jú, það var náttúrulega sósíalrealismin og fleiri reyndi að draga lágstéttina upp líka en þarna sér maður allt svona menningaverk sem að byggja bara á allt öðrum svona menningargrunni sem að er bara fjölmiðlunin sjálfshjálparbækurnar sem eru ekki litteratúr eða þú veist ekki skáldskapur en er sannarlega litteratúr sko. Þannig að þetta er náttúrulega Jerma byggir á Jermu eftir Lorca. Það er bara nafni sko. Og það er með tengingi þar á milli afhjúpar það hversu lítil, hversu svona grunnt í svona menningarlegu stöðu leikriti stendur sko. Því það er eiginlega bara enga sín persónunnar sko. Þetta eru persónur sem eru bara afkvæmi nýfrálsíkjurnar, einstaklisíkjurnar og höfnuninnar á sko félagslegri, höfnunin á sögu og öðru slíku, alveg mjög sláandi að horfa á leikriti með þessu hugafæri. Ég heyrði bara, ég hef nú ekki séð verkið, en ég heyrði bara umfjöllun á Rás 1, Ingi Freyr var með þátt þetta, sem byrjaði í verki Lorca og með viðtali við Margréti Jónsdóttur Njarðvík, prófessor í spænsku, menningarlegan bakgrunn verksins og meiningu inni og ég hélt að við varum þeir var að fara að setja Jermu á svið og síðan tók við viðtali við þýðandann og hún sagði já, ég vissi ekki hvernig ég ætti að setja mig inn í þennan sagnaheim sem að er allir fullur af einhverjum nautum og ég var alltaf spenntar að fara á þetta verk og svo allt í einu nei, þetta er bara eitthvað verk á ensku frá West End síðan ég hitti fyrra og eitthvað áhuginn dofnaði eftir því sem áleiði viðtali sko. En þarna, þetta var svona eins og þú ert að lýsa svolítið svona ferðalag frá okkar kynslóð sem að vildi ná í hlutina bara í bara, þú veist, það sem þeir kviknuðu, bara hjá Lorca, bara fara beint í uppsprettuna og yfir í þennan veruleika sem í dag, það sem allt er einhvern veginn útvatnað og svolítið svona eins og labba IKEA sko. En ef þetta er þannig að höfundarnir eru þó að skrifa inn í svona tiltölulega afmarkaðan hóp, hvaða hópur er þetta sem er íslenska bókmenntir? Já, sko, mjög svona unga fólki skrifa fyrir unga fólki og það er bara frábært og það er bara fínan hljómgrunn með sína sögur og þetta spennandi bara. Og er að leita sínum hópi, það er svona áberandi með suma höfunda. Já, maður sér þetta á Goodreads sko að unga höfundarnir fá strax miklu fleiri dómar, fleiri að lesa og svo eru við gamlu kattarnir hann á eftir sko. Og já, að því að sú kynslóð sem er að lesa mína bækur er væntanlega ekki á Goodreads og þá sér maður minna af svona viðbröðum en að því unga fólki kann á alla þessa miðla sem er skemmtilegir í bókmyndabransanum eins og Goodreads, þar sérðu dóma þínar eigin bækur og bara jafnóðum frá lesendum hvað þeim finnst og þeir eru ekkert að hugsa það að höfundur sé að lesa það er mjög svona lifandi, gott sko. Þannig að það er margt í þessu tækniumhverfi sem er bara gott fyrir bókmyndirnar. En já, eins og ég segi, þá hefur maður svolítið svona, þú lýstir í þannig að maður kemur þarna frá New York eitthvað svona ungur og með læti, sko, og púaði á allt í kringu sig og vildi koma sér áfram og þá var maður svona, fann það að þjóðin var ekkert að kaupa þetta alveg strax, sko, það var bara svona fámennur hópur og síðan hefur maður svona
breyst og líka lesendahópurinn hefur breyst. Hann hefur svona vanist í að lesa bækurnar hans, að maður sé svona höfundur og einhvern veginn sætt sig við mann sem höfund. Og svo kannski kem ég líka meira til móts við lesendur í þessum síðustu bókum, sko. Og þannig verður, mér finnst svona fyrsta sinn vera í takti við einhvern lesendahóp. Kannski einhver svona nokkur þúsund manns bara út all land og maður finnur þetta, maður kemur í Sundlaugar eða hvað sem bensinstöðvar, það var alltaf einn gammal kall svona eldri kona út í horni sem alveg frábæra þessar bækur þínar og það er svo mikið þakklæti og fólk hefur svo mikla þörf fyrir að heyra þetta og þetta er einhver hlið á Íslandssögunni sem að fólk hafði ekki áttað sig á eða bara gleymt og aldrei verið fjallað í skáldsögu áður sem náttúrulega ótrúlegt að þetta síldaræventýri hafi aldrei ratað í skáldsögu nema bara einn kafli í íslenskum aðili eftir Þórberg og svo ein svona frekar lélega skáldsaga eftir Laxness sem svona eftir á skáldsaga sko, sem svona minningabók og þannig að Ég veit Guðskjáðu að þurfa vond bók Já, ég las hann aftur fyrir ári síðan og hún náttúrulega bara mjög skrítin og Já, ég veit ekki alveg hvað ég get sagt meira hana, sko. En þú ert að nota klassískt form, episku skáldsöguna, að fjalla þetta er náttúrulega, hún reis mjög hátt, episka skáldsöguna, einmitt í þessum tilgangi, að vera að endursegja þjóðarsögur í gegnum og sósíalrealismi notaði hana mikið á Norðurlöndum og reis mjög hátt á Norðurlöndum við að endurskrifa eiginlega söguna og endurskrifa svona inn í þjóðarvitundina einhverja svona sjálfsmynd, þetta er tæki til þess og þeir finnst það virka. Já, og þetta er bara fyrirbæri sem út allan heim, þú veist, það er georgísk skáldsaga sem sló í gegn fyrir 3 árum sem heitir 8. lífið eftir Harita Svíli, kona þar sem skrifar, held ég á þýsku, ég man ekki. Allavega, hún var svona 900 blaðsíðna bók sem gerist, tekur fyrir alveg 100 ár í sögu Georgíu og svona er fólk að gera út allan heim. Nú er úkraínsk skáldsaga slá í gegn sem er líka 900 blaðsíðna bók, sko, og það er svona þjóðarsaga líka og þetta er alltaf fólk er alltaf til í þetta held ég. En ert þú til í annað svona ferðalag? Mér langar meira að skrifa 1000 blaðsíðna bók samtíman í Reykjavík. Ég hef ekki langt síðan ég verið þar sko. Þennan samtíma sem er núna? Já, til að einhvern veginn fanga hann í svona mikla stóra skáldsögu og það er bara draumur sem að kannski ég ræðist á einhvern tímann í náinni framtíð. Svona atómstöðin. Já. Þú veist, það er ákvörðu Laxness að stökkva inn í bara beitandi í samtíman. Af því svo verður þetta eftir á svona frábær heimild eins og atómstöðin sinn eigin tíma, sko. Þú veist, þannig að skrifa krakkana sem eru að koma að balli í okkur hermönum og okkur 14 stelpur og fyllir í og hann næri einhvern veginn að fanga þennan tíðaranda. Fólk að koma úr sveitunum og svo nýja borgarmenningin og svo einhver pólitíkus þarna í bænum sem getur spilað á allan skalan og nær völdum einhvern veginn. Og þín bók, myndi hún verða svona pólitísk eins og atómstöðin? Já, menningapólitísk held ég meira svona fangaðan veruleika sem við erum í sem sko ná fésbókinu inn og ná öllum samskiptamiðlum og hvernig hjónabönd splundrast og svona valdabaráttu einhvern veginn og fólk alltaf að hugsa að reyna að vera ekki sveit en samt sveit og einhvern veginn og bara þessi nýju veruleiki, láta fólk bara mér veist ekki margar skáldsögur hafa náð því að einhver skrifi á Facebook til dæmis, bara það. Þannig að Einar Löfdal, hann skrifaði bók sem heitir Gegnumtrekkur og þar spilaði hann mjög vel með þetta sem ungur höfundur, sko. Og svona hversdagslífið, mér langar að fanga það, þú veist, börn á milli í skilnaðar málum, hvernig börnin fara illa út af því og hvernig fólk getur verið. Ég ætla ekki að fara að tala mikið skáldsögu sem ég ekki byrjað á. Það annað sem að breytast núna svolítið hratt tækið sem að þú notar sem íslenskan. Og maður saknaði svolítið að það sé ekki fleiri höfundar að reyna að ná svona ólíku orðfæri og
sem að mér finnst líka vera eins og við vorum að tala bara menningarheimurinn, hvernig hann að slitna, þá finnst mér að maður merkja þetta oft í bara orðfæri og hvernig fólk tjáir sig, sem að mér finnst taka miklu breytingum núna. Og við vorum að tala leikhús á þann og maður saknaði svolítið úr leikhúsinu að heyri ekki svona, til dæmis að það er eins og fólk ráði ekki alveg við að láta stéttamun heyrast í tungutaki og eitthvað leira. Ég nefndi þetta við þig að því að þú ert náttúrulega með brageyra og ættir að vera opinn fyrir þessu. Já, og það þú veist, ég að skrifa mjög svona mikinn orðaforða og að búa til orð og nota gömul orð og svona ríkulegt tungumál allan í þessum bókum sem ég verið að skrifa undanfarið og sumir fælast frá þeim út af því. Svona minn til dæmis getur ekki byrja, hann reyndi að byrja á fyrstu bókinni og hann bara skilur ekki, hann bara fer tilbaka eins og krakkar sem eru að reyna að lesa Laxness, þeir bara henda bókinni frá sér að því að svo skrítin stafsetningin í þeim, finnst þetta bara skrítið og astnalegt. Ég las alltaf fyrir dóttur mína og þegar hún var held ég að verða 11 ára þá segi ég, nú komið að ég að lesa Birting og ég byrjaði að lesa Birting og þá var það áttaði mig á þessu sko. Þetta var ekki séns að hún næði bara sem blæbrigð. Nei, þetta var bara eitthvað starf, hún náði þess ekki. Nei. Og svona megnið af litteratúr í dag er ekkert í þessum pælingum, en ég lesa núna bók sem fekk aðalverðlaunin í Bandaríkjunum daginn sko. James eftir Percival Everett og er stórkostleg bók og stórkostleg hugmynd. Hann fær hugmyndina að skrifa skáldsögu upp úr Huckleberry Finn, Stikkisberja Finni, þar sem að Finnur fer flýr að heiman og leið er einn þræll þarna sem flýr líka og þeir verða saman í útleiðinni og reyna að pluma sig fyrir utan samfélagið og eru tveir þarna á einum báti á Mississippi fljótinu og hann, Percival ákveður að skrifa sögu þrælsins og við fáum hana í hans bók þannig að við getum lesið Stikkisberja Finn aftur út frá þessari bók og það er svo rosalega merkilegt og flott að þrællinn, hann talar svona frumstætt tungumál alltaf við hvítamannin og hann skrifar það út á mjög frumstæðan hætt og oft er orðið can, C-A-N skrifar hann K-E-N I can sure enough S-H-U sure og þetta er bara hann stafstöður þetta svona skringilega og þá nær hann þessu tungumáli sem þrælarnir þeir gera lítið úr sjálfu sér viljandi til þess að vera ekki ógn við hvítamannin og tala þá frumstætt mál en svo er þessi þræll, þessi James leið hann hittir aðra svarta þá talar hann fullkomna ensku og þetta er svo flott stílbragð sko. Og maður bara vá, og svo gerir hann stundum mistök í samtölu við hvíta eins og Stikkisberja Finn sjálfan til dæmis hann segir óvart hárrétt eitthvað mjög flókið orð og þá segir kvartar hann Stikkisberja Finnur og spyr á hverju talar hann svona skringilega núna allt í einu og þetta er svo flott að þetta sýnir svo miklu þjáningu og hvernig þú fórst alltaf að vera á varðbergi að lítillækka sjálfa þig sem þræll. Þetta er það sem að konur léku oft. Já, spila sig heimskar eða þú ert. Já, vegna þess að hitta svo mikil ágrun við kallana og alltaf miklir ágrun. Og lentur bara í vesenni. Og þetta á við ótrúlega marga og ábyggilega við innflytjendurnar á Íslandi og fleiri sem að gera þetta. Herðu Hallgrímur, takk fyrir að koma hingað og spjalla svona út frá sýningunni þinni. Já, takk. Og ég skemmti mig vel, ég tók bróður minn með mér og við bræður skemmtum okkur mjög vel þarna og ég get bara að þú varst náttúrulega á staðnum og það var vel tekið í salnum. Mikið þrek sem hefur að halda þessu úti. Maður fylgir svolítið með það. Maður sá að svona í lokin að þá varstu svona búin að tæma þig. Þannig að ég býst þetta að sé þannig að þú bara tæmir þarna á sviðinu og sérst svona þetta er eins og að fara í þú sofnar ekki næstu 3,5 tíman eftir að þetta er búið. Nei, þetta er eins og að fara í líkamsrækt í 3 tíma sko. Bara alveg búin eftir það. Já. Þannig að líka hægt að horfa á þetta þannig sem svona akrobatík sögumars. Kærar þakkir. Takk. Og við höldum hérna áfram með rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.